Ég heiti Ingibjörg Andrea og kynjafræðingur og kenni kynjafræði við menntaskólann á Ísafirði. Í fæðingarorlofi reyndar, en hefur að kenna þar og skrifaði ritgerð ofbeldi í nánum hinsegin samböndum. Já. Einmitt. Það dálítið áhugavert að skrifa ofbeldi í hinsegin samböndum. Já, byrjum bara þar. Af hverju? Sko, ég sjálf hinsegin á konu og tvíkynhneigð og ég hafði verið beitt ofbeldi í nánu sambandi með manni sem að ég reyndar fattaði svo þegar ég var að skrifa ritgerðina. Ef ég ætla að skilgreina hinsegin sambönd sem þar sem að annar aðilinn hinsegin, þá hef ég í rauninni sjálf, ég fattaði það þegar ég var að skrifa lokaorðin í ritgerðinni, að ég hef sjálf verið þolandi ofbeldis í nánu hinsegin sambandi. Já. Verandi tvíkynhneigð í gagnkynja-sambandi. Já. En allan tíman sem ég var að vinna ritgerðina var ég bara, já, ég var beitt ofbeldi í gagnkynja-sambandi, en ég ætla að rannsaka hinsegin samfélagið af því að ég hef svona insider kannski, svona þú veist, ég þekkti náttúrulega til einhverja og þú veist, þekki upplifunina á því að vera hinsegin í svona gagnkynhneigt miðuðu samfélagi. Þannig að það var svona það sem ég lagði upp með og fattaði svo í lokin að ég tilheyri þessum hópallan tíman. Já, já, það einmitt. Þannig að það sem að sko verður til þess að þetta, að því að skrifa meistararitgerð, þá einhvern veginn þarf maður að hafa dálítið svona mikinn áhuga og eiginlega skrítin áhuga til þess að bara nenna þessu, make it og þannig að það var ekki þín lifaða reynsla sem að svona ítti þér út í herðu. Það er vöntunarrannsókn á þessu. Ég hef orðið fyrir þessu ofbeldi, eitthvað svona? Nei, í rauninni ekki. Nei. Heldur var ég var alveg löngu komin út sem tvíkynhneigð, en í COVID fór ég að umgangast hinsegin samfélagi svolítið meira. Já. Og kynntist þá slatta af hinsegin konum og var líka á þessum tímum svo margir á TikTok. Og þar var svo mikið verið að tala hvað hinsegin ástir eru heilnæmar, bara eitthvað svona geðveikt mikið, eitthvað svona, þú veist, að dömpa gaurum af því að stelpur myndu trýta þig betur verandi á hinsegin hluta TikTok. Og svo kynnist ég þannig nokkrum góðum konum í hinsegin samfélaginu og varð bara mjög hissa þegar þær fara svona að opna sig það að þær hafi bara verið beittar ofbeldi, hafi reynslu af ofbeldi samböndum og þar koma náttúrulega upp svona samfélagslega viðteknar hugmyndir að, þú veist, að það að segja manni bara frá líkamlega ofbeldi sem að ég var bara að þetta passar bara ekki alveg með mína svona heimsmynd í rauninni og svolítið það sem að vera að mata mann á að þú veist, tvær konur saman er bara best í heimi og svona unproblematic í rauninni. Þannig að þá fékk ég svona víðu. Ég ætlaði mér að skrifa ég var eiginlega búin að ákveða að skrifa hinsegin samfélagið af því það var svolítið það þegar ég var í meistaranáminu og við vorum að lesa eitthvað greinar að þá var eitthvað, þú veist, tekið fram að hinsegin svarendur hefði verið teknir út fyrir, þú veist, ekkert endilega í tengslum með ofbeldi, heldur bara eitthvað svona, þú veist, nýting og fæðingarorlofi, hinsegin svarendur teknir út fyrir. Já. Alltaf eitthvað svona, það var svo oft sem það var tekið fram í aðferðafræðikaflunum að hinsegin svarendur væru það fáir þeir væri ekki með eða þeir væru bara teknir út fyrir af því það var ekki það sem við verið að rannsaka og svo var þarna ein lína sem að kveikti kannski svolítið neistan hjá mér þegar ég sá að það ætti að rannsaka ofbeldi kvenna í garð annarra kvennara í öðrum rannsóknum á lesbíum sem að mér fannst bara svona mjög jaðarsetjandi orðalag og þá fékk ég svona, ok, let's go. Af hverju fannst þér að jaðarsetjandi? Viltu útskýra það? Þú veist, mér finnst það liggja svolítið í augum uppi að bara í öðrum rannsóknum á lesbíum eins og það sé bara eitthvað svona næst þeirri rannsaki hestana og getið kíkt á þetta eins og þetta væri bara eitthvað svona allt annað, það eru ekki partur af þessu mengi sem eru konur sem eru beittar ofbeldi og eins og það séu einhverjar rannsóknir í gangi á lesbíum eins og það sé eitthvað svona eitthvað tilraunastofan í Mjótt það sem er verið að rannsaka lesbíur í þaula, eitthvað svona mér fannst það já,
Mér finnst þetta, ég veit svo sem ekkert hvort það á að vera eitthvað leyndamál eða ekki, en ég fekk semst að lesa ritgerðina hérna og rýndi í hana. Já. Og bara, svo ég segi það á upptöku, afburða góð ritgerð. Takk. Og eitt af því sem að, þú veist, að því að við ætluðum náttúrulega að hittast fyrir löngu og svo einhvern veginn frestaðist það og svo náðum við loksins saman að því að þú náttúrulega ert á Ísafirði. Já, býr á Ísafirði. Á Ísafirði. Ég ruglast alltaf á eitthvað svona þessi orð. Já, í Bolungarvík. Já. Og það skiptist við Hólmavík. Já. Á Hólmavík, þetta er eitthvað svona norður. Ég er ekki alveg viss en í Bolungarvík. Já, ok. Herðu. Annars, og í Reykjavík líka, þannig að þú veist, þú ert ekki á Reykjavík. Nei. Herðu, allavega, já, þannig að við náðum saman núna og við erum bæði pínu riðguð í þessar ritgerð. Já. Gott að spjalla hana þá. Já. Og þú líka með barn á brjósti og svona, vel fersk í heilanum. Já, haldandi ég sé ekki með brjóstaþoka því ég er bara heima hjá mér og svo fer ég út meðal fólk, svo er bara, einmitt. Verður svona viku að jafna þig að hafa átt þessi samskipti þér. Já, lengur, nei. Sko, já, það var eitt sem að ég man, sko, þegar þú einmitt nefnir þetta, hvort það var ekki bara hreinlega í inngangi? Jú, í fræðilega kaplanum. Var það í fræðilega? Ég var að glöggva mér á. Já, ok. Ég kíkti á hana. Og ég svona, að því að ég þrátt fyrir að ég sé með meistaragráðu í kynjafræði og ég kenni kynjafræði og ég reyna að vera mjög meðvitaður þá var ég bara eitthvað já, þetta er svolítið útilokandi og jaðsetjandi og bara shit, þetta er good shit og já, og ég bara hafði ekki leitt hugan að þessu, ég meina við skrifum þegar við skrifum bókin okkar þriðjuvaktina, ég meina hinsegin sambönd, mér minnir reyndar að þau hafi komið eitthvað fyrir þar en við einmitt vorum bara, þú veist, svona pínu að því að það var svo lítið að því þú veist, maður er bara litaðar af þessu líka og fattar ekki hvað maður er að gera. Nei. En talandi jaðarsetningu þá ætla ég að henda mig beint í það sem að er sem að við verðum að adressa bara strax og það er náttúrulega það að, ég meina, það er bakslagi hinsegin málum hinsegin fólk er jaðarsett í íslensku samfélagi og þú ávarpar er gerðinni, ég ætla bara að fá það einstæðs útskýra hvernig sko nærðu samt sem aður að halda fókus og halda þessu til streitu að rannsaka þetta viðkvæma efni sem að gæti valdi enn frekara bakslagi í rauninni gegn hinsegin fólki af því að það náttúrulega er svo hræðilega smitandi og hræðilegt og allt þetta og svo er það bara líka ofbeldisfólk. Já, mér fannst það alveg mjög erfitt og já, mér fannst það sérstaklega af því þetta hefur ekkert verið eitthvað skána, ég er náttúrulega búin að vera mjög lengi þannig séð að vinna þessa rannsókn. Ég gæti ekki einu sinni sagt þér hvaða ár ég byrjaði að rannsaka því ég var búin að, þú veist, 2022 sem ég tek fyrsta viðtalið eitthvað, ég manna ekki einu sinni. Nei, það er fyrr. Allavega, ég manna ekki alveg, en þetta var tekið í nokkrum skorpum með hljum og það var líka bara, þú veist, ég þurfti stundum bara að stíga frá þess að þetta er líka bara, eins og þú kannski sást, það eru mjög grófir hlutir sem að er að gerast í gögnunum og ég náttúrulega líka bara sem sjálf hafandi upplifa ofbeldi og verið beitt ofbeldi að vera bara einhvern veginn, ég þurfti stundum bara alveg bara að taka mér langar pásur og jafna mig af því þetta var bara, þetta var mjög þungt og svo einhvern veginn kemur bakslag, að búið að vera yfirstandandi bakslag og svo einhvern veginn róast aðeins og maður er ekki svona, ok, höldum áfram, höldum dampi einhvern veginn og svo er þetta einhvern veginn, þú veist, svo er þetta, það er alltaf verið að kasta einhverjum skít þannig en ég held að máli sé bara að, þú veist, að bara skömmin þrífst á þögninni og við getum ekki, þú veist, mér finnst of mikið í húfi bara varðandi, þú veist, heilsu og vellíðan hinsegin fólks til þess að við getum bara eitthvað að sópa þessu til hliðar. Þetta hefur, og fólk talaði það í gögnunum, þú veist, það voru rosa margir sem að
bæði töluðu að þú veist, þau upplifðu þessu ein af því að þetta var ekki eitthvað sem var rætt eða þá bara, þú veist, fólk sem ég spurði sem ég þekkti í hinsegin samfélaginu bara, þú veist, þekkir eitthvað bara, það ótrúlega mikilvægt en nei, þekki ekki neitt ekki neitt þólanda að gera þetta þólanda til þess að tala við já. Og ég var bara afgjörða þá mikilvæg rannsókn þú veist, ef það engir þólendur skilur, þó ég hafi verið með nokkra í huga fyrst, svo reyndi ég að snjóbolta mig áfram og ég var bara ok, þannig að það eru bara þessir 3 þólendur þarna að fatta þau og það einhvern veginn það var ítrekka að koma en ótrúlega mikilvæg rannsókn en nei, ég þekki engan af hverju þetta þá mikilvæg rannsókn einmitt og þá gæti náttúrulega svarið verið, þú veist, ég þekki engan sem til í að tala við þig af því það var spurningin, ekki þekkir einhvern sem hefur verið beittur ofbeldi en já, þannig að já, það var svolítið svona ég held líka ef hinsegin fólk myndi aldrei taka neitt pláss af ótta við bakslægi, þá væri við bara ekkert að gera neitt skilur, þannig að af hverju ekki bara að ef þetta, þú veist ég veit það ekki, við búum við þetta bakslag hvort sem Já, og ég meina það er ekki hagur hinsegin einstaklinga að vera svo vera í rauninni verða fyrir þessari svona, svipa kannski eins og þegar kallari verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum þessi tvöfalda skömm einhvern veginn þeir þá út frá kallmennsku hugmyndum sko, en þarna út frá þá hinseginleikanum að mega ekki eða þora ekki að segja frá en hvað að því að þú mér var svo áhugavert það sem þú segir sko með þessa jaðarsetningu þar að segja eitt dæmi sem nefnir það var þólandi sem að flyttu til dæmis í bæinn, þú veist þessi valdatengsl og í rauninni svona enn frekari jaðarsetning sem þólendur geta upplifað getur aðeins útskýrt þetta, þú veist þessar afleiðingar af þessum og þessi valdatengsl ég er að reyna að segja ekki það sem ég vil að þú segir en fattar þú hvað er að reyna Ertu að meina valda ójafnvægi innan hinsegin sambandsins? Akkurat það var bara greinilegt á gögnunum að það er náttúrulega þú veist þetta er alltaf ykkur hierarkía innan líka jaðarsettra hópa þannig að þú veist fólk lifir við mismikla jaðarsetningu á grundvelli svo margra ólíkra mismunabreita þannig að og þú veist það var nú gæti ég örugglega ekki sagt ég get ekki sagt hvað neitt rannsókn en það íslenskar rannsókn sem að sýndi til dæmis að fatlaðar hinsegin konur eru 3-falt líklegri til að hafa orðið fyrir ofbeldi heldur en ófatlað hinsegin fólk og þar eru við þá með þú veist mismunabreituna, föllun og hinseginleiki en svo var það líka gegnumgangandi í gögnunum bara að það var mjög mikið það að þolendur væru utan á landi og búsett fyrir utan sína heimabæi og höfðu þar að leiðindi takmarkað baklandi í rauninni, þú veist og ég finna alveg sjálf núna búandi út á landi og hafa flutt frá fjölskyldan minn í bænum þó ég hafi fólk fyrir vestan, þá það samt ekki eins og þú veist, að vera gripin af sínum allra nánust sem að kannski búa annars staðar eða bara, þú veist, að geta bara farið heim til mömmu og pappa ef að það er eitthvað skelfilegt í gangi inn á heimilunum hans, þú veist, að einhvern veginn festast inn á heimila af því þú veist já Og hvað svona fleiri, voru einhverja fleiri svona afleiðingar eða einhvers konar valdatengst sem að þú dróst fram í þínum svona í þinni greiningu sem að þú kannski sást ekki gerast annars staðar, þú veist, var eitthvað svona sem einkenndi þetta ofbeldi og afleiðingar hjá hinsegin þolendum? Ertu það að meina þetta verandi bara hinsegin, þú veist, hópurinn eða þetta? Já, það er að segja að því að, þú veist, þetta til dæmis, og nú náttúrulega veit ég ekki hvort það sé alveg eins verandi, þú veist, sískynja ekki hinsegin
bara í sambandi og þú flyttur í Reykjavík og verður fyrir ofbeldi, þú veist hvort afleiðingarnar séu þar sömu, að því þú nefndi líka það sem að mér var svo áhugavert, það sko þú kannski flyttur í bæinn og þú kannski kemur út seinna, ert með reyndari mannesku sem tengdur hinsegin samfélaginu, þannig að þá einhvern veginn ertu bara algjörlega eitt í einhverju eilandi. Já, ég held að þar komi inn líka bara að þú veist, það að upplifa maður tilheyri einhverjum hópi er verndandi þáttur þegar kemur að afleiðingum ofbeldis og ef að þú kemur til dæmis utan að landi og tekur saman við eitthvað sem að beitir þessu ofbeldi sem er betur tengdur en í hinsegin samfélagið, þú veist, eins og sumir viðmælendur sögðu bara, þú veist, ég var ekkert að fara að reyna að leiðrétta þegar það búið að ljúga að ég hafi verið að gera eitthvað, þú veist, ég þekki þetta fólk ekkert jafn vel, ég þarf bara að fara tilbaka, þú veist, og þá af því að líka er þetta ofta, þú veist, þú kemur kannski söður og kynnist fólki í gegnum hinsegin samfélagið og það er ekkert endilega þannig að allir í hinsegin samfélaginu trúið þér ekki, heldur bara að þú veist, þú stendur ekki nóg traustum fótum og upplifir það ekki tilheyra nóg að þetta er kannski frekar að þú veist, þannig að ég held að það sé svona þar kemur stærsti munurinn sem að ég sé á mínum gögnum og öðrum rannsóknum á ofbeldi í nánum gagnkynja samböndum er bara þessi jaðarsetning sem að felst í því að vera hinsegin og þetta sérstaklega á Íslandi er lítið samfélag. Þú veist, víða er þetta lítið samfélag en á Íslandi er þetta bara lítið samfélag í pínu litlu eyríki, þú veist. Þannig að og það, þú veist, ekki þannig að allir þekki alla en þú veist, maður þekki samt mann og það, þú veist, maður veit ekki hver veit hvað og þar koma líka en það sem að mér fannst svo áhugavert voru sér, þú veist, væntu fordómarnir virðast og þú veist, væntir fordómar virðast hafa neikvæð áhrif á líðan hinsegin fólks. Þannig að þú þarft ekki einu sinni af því að þú veist að fordómanum, þú hefur orðið fyrir fordómum, þá það að hafa fordómana hangandi yfir þér eða til dæmis höfnunina frá hinsegin samfélaginu sem trættur kannski að þú mætir er nóg til að hafa áhrif á upplifunina þína. Og það, var sérst þarna með sambandsfordóma og velíðan hinsegin fólks, þá bara sjáum við það á rannsóknum að væntir sambandsfordómar sem að ég tengi mjög mikið við sjálf. Ef ég er með barnið mitt í sundi og einhver kemur og spyrir mig eitthvað, ég er ekkert eitthvað, ég á hann með konunni minni, ekki í þessu bakslægi, skilur ég er ekkert eitthvað að fela það en ég er heldur ekkert eitthvað, konan mín, að fattar þú veist, maður er bara ekki að ljúga ef þú spyrir mig en þú ert örugglega ekki að fara að spyrja mig því konum með barnið í sundi, skilur Einmitt. Og hvað, getur þú lýst í eitthvað nánar? Af því að þetta er náttúrulega tilfinning og reynsluheimur sem ég kannast ekki við. Að veit ekki hvernig fólk muni taka þér. Já. Þú veist, ég veit ekki hvort það sé bara af því að, þú veist, nú er ég gift konu, ég á barn með konu, þannig ég er einhvern veginn alltaf svona erfiðara kannski að fela það þó ég hafi ekkert verið að fela það, skilur en já, þú veist, það fer ekkert á milli mála að ég er hinsegin lífi, mjög hinsegin lífi og ég held þú veist, það eru bara svona litlir hlutir sem að maður fattar ekki, sérstaklega kannski verandi tvíkynhneigð af því að það var einhvern veginn áður en ég kynntist konunum minn, þá var ég bara, þú veist, svo gæti ég bara enda í gagnkynja sambandi, skilur en svona litlir hlutir bara eins og þegar við vorum að pæla hvert við myndum vilja fara til útlanda bara eitthvað, það er ógeðslega fallegu staðar en við erum kannski ekki að fara þangað eða þú veist eins og við fórum til Ítalíu saman og þú veist foreldrar mínir og mamma konunum minn voru bara henni samt að fara varlega og vera ekkit eitthvað rosalega, þú veist, bara fólki manns er hrættumann, myndi ekkit segja þetta við systur mína sem er gift manni og það er ekkit eitthvað þeirra fordómar, þau eru bara vilja passa litlu stelpuna sína, skilur þannig að ég held þú veist, maður er einhvern veginn alltaf með þetta svona og ég er, þú veist, ég er ekki að segja ég sé hrættum að ég sé eitthvað heitkræmið í sundi af ykkur fólk sem er að tala við með barnið mitt, en maður er samt einhvern veginn svona, sérstaklega held ég eftir að ég eignast barn að þá er maður eitthvað svona ég ætla ekki að, þú veist fyrir
maður heyrir eitthvað svona, já, þekkir þú þessa, eitthvað svona, já, þú veist maður svona, já, þess, þú sérstaklega kannski, já, verandi í litlu plássi, þá maður fljótur að heyra ef hann þekkir eitthvað eins og bara allir þegar ég og kona mín keyptum húsið okkar og það var eitthvað, já, það var konur að kaupa þetta hús og það var einn sem að sagði við þetta fólk bara, já, einmitt, hún að vinna með mér og hinn dóttir þessar bara, nú, já, þetta flott, þú veist að það þú veist að það svona, það allt í lagi og meðan þetta bara, þú veist, venjulegt fólk sem að, þú veist venjulegt fólk já, einmitt þú veist myndur þú segja þetta að vera microaggression, svona öráriti eða já, að þú veist ekki skilgreiningin á öráriti að það kemur, þú veist, það ekki makroaggressionið þá frá ríkinu það ekki? Ég veit ekki. Er þetta viðskiptafræðingurinn í mér? Ég veit ekki. Ég er bara í þjóðhagfræði Já, nei, ég bara hugsa þetta myndskeið með moskítobitið sem að ég mæli með að fólk fletta upp eða það er ekki séð þú veist, microaggression og það er þess að pínu litlu, ekkit endalega illa myndu athugasemdir, komment þú veist af því að ég verð aldrei fyrir svona momentum, þú veist, í lífinu. Nei. Aldrei. Nei. Það er aldrei verið að minna mig á að ég sé einhvern veginn öðruvísi eða æskilur eða hinsegin eða að eitthvað við mig sé á einhvern hátt aðgreinandi óvenjulegt, skilur mig. Já, og svo er þetta líka oft bara eitthvað en þeir eru svo venjulegar, þú veist. En ég myndi, þú veist, þetta er vissulega öráreiti af því að þetta er mjög mikið svona náttúrulega komaði rétt frá mér af því ég var hann svo steikt í ritgerðarskrifunum, ég var búin að skrifa hólinn dropar steinin í úrdráttin, en það er dropinn hólar steinin. Ég fatt að þetta ekki strax sko. Nei, þetta hljóma mjög vel en já, þú veist, dropinn hólar steinin og maður fer alveg svona þú veist, ég er miklu varkárið núna eftir að hafa, og ekki það að maður hafi lent í einhverju slæmu, skilur en svo verður maður líka bara svona þú veist, þetta venst illa en maður hristir þetta samt af sér, skilur og ég einhvern veginn er svo upptökin af því að mér hefur aldrei staðað einhver ógn af neinu, þú veist, ég er bara eitthvað svona ég ætla pirrandi að vera á kíki og einhver gaurar að reyna að fá okkur tvær með sér heim, skilur, þú veist þannig hlutir, en þú veist aldrei lendi í einhverju svona, þannig að ég er meira svo eitthvað svona, við erum svo heppnar, við hefum ekki lendi í neinu, þú veist, af því að við hefum ekki verið og ég persónulega ekki lendi í neinu svona, þú veist einhverju sem að væri virkilega eitthvað svona já, en þetta er vissulega eins og mýflugnabit að maður bara svona, þetta er svona klæjar smá svo, þú veist, en hérna þetta er og svo, þú veist, er maður líka einhvern veginn ekkert að pæla í þessu, þú veist, þetta er ekki þannig að þetta sé eitthvað hangi yfir mann, en þetta er oft svona í kringum fólk sem maður þekkir ekki og maður veit ekki hvort að maður eigi eitthvað sameiginlega tengingu við eða mitt á ferðalögum sérstaklega erlendis en já, þannig að þetta er svona Er eitthvað sem að hefur breyst, finnst þér svona í þínu lífi aftur, ég er ekki hinsegin, ég heyri bara hvernig orðraðan er og hvernig hún orðin grímulausari og þú veist, hún alltaf beinist fyrst og fremst að vissulega transfólki en hún er ansi mikið farin að leka út bara svona almennt, þú veist, hinsegin fánin er orðin trublandi og eitthvað svona upplifir þú svona, já, hvort sem það er þú sjálf eða fólk kringu þig sem er hinsegin þú veist, upplifir það einhvern svona meiri ótta, stærri ótta eða öðru vísi að bara búa á Íslandi frá því kannski, ég var að segja fyrir 2020 Ég ætla að lega mér að segja að mér hafi, þú veist, ég hef alveg fundið, ég held að ég hafði ekkert verið stressað að fólk vissi að ég væri hinsegin fyrir ekkert mjög mörgum árum. Ég er það mjög sjaldan en eins og ég segi, þú veist en það er kannski líka af því að þegar fólk er að tala illa hinsegin samfélagið í kringum mig og ég hef sagt eitthvað, nei, ég er ekki að tala fólk eins og ykkur af því við erum bara venjulegt par Hvað er þá óvenjulegt? Já, einmitt, þú veist, og það er þeirra orð við erum bara venjulegt par einmitt. Og þú veist fyrir að fyrsta bara
nei bara, ég vil ekki falla ef að fattar þau, þú veist, mér finnst það móðgun að þú veist, mér finnst mjög leiðilegt að fólk heldur í sér straight af því það bara er ekki hver ég er og mér finnst það þá, þú veist ég er ekkit eitthvað, mér finnst, ég var svona djöfull, þú veist, ég þarf eitthvað aðeins að fara vinna í mínu málum og fólk heldur bara ég sé straight, skilur. Vera aðeins meira hinsegin? Já, bara stunda minn hinseginleika örlítið, þú veist, örlítið hressar, að þú veist svona. En hérna, nei, þetta er ógeðslega skrítið af því að ég held að þarna komi inn hvaða væntir fordómar hafa mikil áhrif á mann. Já. Að maður er einhvern veginn, veist, ég veit að mér stafar engin hætta af þessu, en þú veist, ég nenni heldur ekki að fá eitthvað að holskefla skíti yfir mig í sundi með barnið mitt, skilur. Þannig að þú svona passar þig? Já, svona aðeins. Já, aðeins svona, þú veist einmitt. Nenni ekki að, þú veist ekki, já, þú veist, það nennir enginn að láta drullu yfir sig í sundi eða drullu yfir fólk eins og mig, en ég bara telst ekki með í þessari drullu, skilur, af því að ég er að fattaru. Já. Af því það er rosa oft keysið, þú veist, að fólk leyfi sér að tala illa hinsegin samfélag og þegar maður segir eitthvað svona, þú veist, þú ert að tala bara alls konar fólk, já, ekki fólk eins og, þú veist, já. Og ég veit enn ekki hvað það þýðir. Af því það þýðir ekki bara, ég er búin að komast að því að ég hef spurt beint út, það þýðir ekki bara transfólk. Nei, myndi það vera öðruvísi ef að, ég veit það ekki, hvað þyrfti að breytast til þess að þið væruð svona eins og, nei, ég er að tala um eitthvað annað fólk, ef að þið myndu, þú veist. Ég veit það ekki, ég fæ ekki svör. Þetta er mjög órætt hérna hjá þessu fólki. Já, ég veit. Kannski bara manneski með andlit, ekki ykkur hópur sem er eitthvað staðar. Já. Þú veist, þegar ég set fyrir framan eitthvað og þá er ég bara manneski með andlit og svona, nei, ekki svona hinsegin fólk. Já. Vonda hinsegin fólkið sem er að innræta börnin okkar. Já, ég veit. Nú veist þú með þess að sko líka að því. Já, og hefur verið ásökuð slíkt. Ég meina, þú ert að kenna kynjafræði, þannig að þú ert stórhættuleg. Já. Sjæs. En hérna, snúum okkur aftur að ritgerðinni. Já. En bara að því mér finnst áhugavert bara þessi sko reynsluheimur sem að ég tengi ekki við. Já, semst bara lifi ekki. Það er sko í ritgerðinni þegar þú ert að greina gögnin og ert að skoða rannsóknir og eitthvað svona, hvað var það sem að kom þér á óvart í þessu ferli? Í rauninni það sem að, já, ég myndi segja það var eiginlega tvennt. Það var annars vegar nei, það er fleira. Það var rosa margt sem að kom mér á óvart í þessu. Það fyrsta sem að kemur upp í hugan er hvað hinsegin konur voru beittar grófu líkamlegu ofbeldi. Og þá af því ég er náttúrulega líka mótuð af samfélaginu sem að ég tilheyri sem að er út frá þínu gagnkynhneigða normi, var mjög hissa, þú veist, að heyra af, þú veist, konu að beita bara mjög grófu líkamlegu ofbeldi, aðra konu. En ég var líka hissa að heyra hvað hinsegin karlar vildu mikið fjarlæga sig frá þolenda hugmyndinni. Vildu ekki vorkun. Af því ég einhvern veginn var eitthvað svona búin að ákveða í mínum huga að hinsegin karlar þú veist, verandi nú þegar ekki efstir í stigveldi karlmennskunar væru kannski frekar til í að horfast í augu við eitthvað svona kvenlegan stimpil eins og vera þolandi
að það komir óvart á bæði erlendaransóknir og megnið af viðmælendum líka bara hvað var erfitt fyrir maður að fá sískynja hinsegin karla. Það munar ekki, það eru sko, já, það hlutfallslega munar ekki miklu á hversu margir transkarlar og hversu margir sískarlar voru í rannsókninni sem að tölfræðilega þú veist, ekki skekkja skilur en ég hefði haldið að væri fleiri bara af því það eru fleiri sískynja karlar þannig að það var það sem að koma svolítið óvart hvað var erfitt bæði að fá sískynja hinsegin karla til þess að taka það átt og hvað þeir vildu ekki vera álitnir þolendur og það, ég fekk svona já að þeir einhvern veginn, já mér fannst að það kom mér á óvart Náður að skýra það eitthvað, fórstu eitthvað ég man ekki Já, sko það alveg rannsókn sem að benda til þess og mér finnst það ríma við mín gögn að undirskip, ekki þá undirskipu karlmennska heldur karlmenn sem að tilheyra undirskipum hópum vilji, þú veist, gera það sem ég geti til þess að staðfesta karlmennskuna sína þú veist, þannig að þó þeir séu ekki stereotypiskir þú veist, æskilegir karlar af þeir eru hinsegin þá eru þeir samt ekki kjallingar þú veist, og ég ekki að segja þeir hafi sagt það en bara þú veist, þannig skýri ég það að þú veist, að þeir eru samt alveg karlar og þeir eru ekki þolendur og þeir myndu, þú veist, ekki tala það við fólki í kringum sig að þeir hafi verið beittur ofbeldi af því að þú veist, bara þú veist, þeir vil ekki að fólk þá kannski líta á þau, þú veist, og þá eru þeir að reyna að viðhalda þeirri karlmennsku sem þeir hafa einmitt. En áhugavert einmitt sko já að vil ég eitthvað ekki horfast í augu við það því að þú veist að ef þú hefur orðið fyrir ofbeldi þá getur ekki breytið með því að afneita því sko Nei, en sko þeir sem að ég talaði við voru svolítið svona, þú veist, ég ekkert fórnalamb í lífinu samt. Þú veist, það var svona, þú veist ég lenti bara í þessu og það skilgreinir mig ekki sem að ég veit ekki hvort að segja meira þá, þú veist En kannski það bara almennt með þolendur, ég meina að því að við tölum á ensku eða sem talum á ensku að þau séu sko survivor eða þú veist, eitthvað svona en við erum svolítið með svona þetta fórnarlambs eða svona þolandi sem ekkert mjög valdeflandi þannig að ég man ekki hvort það var í þinni ritgerð eða annari sem að ég var að lesa sem að það var dálítið talað þetta að þú þolandi eða þolendur sko vilja alveg geta talað þetta en samt ekki þannig að fólk þurfa alltaf einhvern veginn að vorkenna mér og veist, það kom fram í minni ritgerð einmitt, og mér finnst það mjög áhugavert og bara svona, já, auðvita þú veist, maður þarf ekki eitthvað svona aumingja þú, greið, eitthvað svona heldur bara, þú veist, já, ég vil tala þetta ég alveg til að tala þetta, en þú veist, svo bara höldum við áfram, skilur einmitt, og ég velti því alveg fyrir mér, þetta þú veist, þetta til mark sem hvar umræðan í samfélaginu þolendur almennt, þetta til mark sem, þú veist, viðhorf til kvenkyns þolanda já þú veist, ég velti því alveg fyrir mér burt sér frá, bara þessi orðræða hvaðan hún komin að vilja alls ekki vera fórnalamb, þú veist eitthvað þolendaskam fólkin í því þú veist, ég ekki fórnalamb ég lenti bara í þessum hlut, en ég myndi þú veist, ég var ekki að gera neitt, fattaru en ég náttúrulega fórum mjög víðan vell þegar ég var að hugsa þessi gögn og þú veist og en ég velti því alveg fyrir mér hvaðan þetta kæmi en svo, þú veist ég held að þetta tengist mínu upplifinu svo, þetta tengist karlmennskunni þeirra miklu meira heldur en nokkru öðru. Svo getur þetta líka verið bara margskonar sko og tengst þá akkurat sko svona staðsendingu einstaklingana innan hierarkíunar og samfélagsins og einhvern veginn einmitt hvort það sé tengist þolendaskömmun samfélagsins eða einmitt samfélagslegum hugmyndum karlmennsku og getur bæði make a sense og bæði mjög áhugavert En hvað, var eitthvað fleira sem að þú manst eftir núna sem að kom þér á óvart við að vinna úr þessu og greina þetta allt saman? Það var þetta tvennt og svo ég man ekki hvað þriðja sem ég ætlaði að segja áðan var ég má glemma því Já, það er gott
Næsta mál. Já, næsta mál dagskrá. Sko að því að þú gagnrýnir pínu í rauninni fyrir rannsóknir á þolendum og svona, talar í aðsetningu, við byrjum svolítið á því. Hvað finnst þér að rannsakendur, að því að þú ert líka pínu gagnrýnin, þú veist, í skrifunniðinum, bara svona á fræðasamfélagið, sem að mjög hressandi og áhugavert. Ok, takk. Og bara sumt sem ég tók til mín, bara í alvörinni, sko, og það var gott, og ég ætla líka að segja þér. Hvað er þú veist, ég er mjög forvitin. Nei, bara, svona kannski, já, nú er ég að blanda alls konar saman, en sko, fórstu á skammarþrýðningin í Borgarleikhúsinu? Nei. Það var svona, að því ég fór semst tvisvar og í fyrra skipti sérstaklega þá svona pínu skammast ég minn, að því að sko það verið að leika sér með það, þú veist, það náttúrulega bæði vera, þú veist, að tala þessa viðbjóðslegu orðræðu sem við tengjum kannski í miðflokkinu og eitthvað svona, en líka bara verið pínu að pota í það hvað einhvern veginn við erum góð og meðvituð og þú veist, eins og Embla til dæmis, hún er þarna með ákveðna einræðu eitthvað, já, þið eru svo gott fólk, þið eru mætt að horfa á mig á sýningu og þá getið þið farið heim og sagt hvað eru góða manneskjur, eitthvað svona, þetta er svo þú veist, hvað á ég að skammast mín á að hlæja, þú veist, hvað á ég að gera við þetta, það er svona hrærir alls konar tilfinningar. Það sem að, þú svona potar þegar þú ert að benda á að því að, eins og ég sagði, ég skrifaði bók einhverju leyti ofbeldi í nánum samböndum og í gögnunum okkar eða, við vorum náttúrulega ekki beint með gögn þar að segja sem við vorum að gera rannsóknir en við fengum sannlega, þú veist, ég man ekki hvað það voru 300-400 reynslusögur og mér minnir að við höfum tekið hins eiginleikur út til svega af því að það var ekki þema, af því að það var ekki þráður, af því að eitthvað þegar ég las þína ritgerð þá var það bara af því að ég er ekki hins eigin og ég skil þetta ekki, skilur þau? Og ég svona eitthvað, það var líka annað og ég ætlaði að vera búin að svona ná því hvað það var en þegar ég var að lesa þessa ritgerðina þá líka fattaði ég sko fordóma mína sem að ég hef vegna ákveðina einstaklinga sem er að tala karlkyns þolendur ofbeldis. Það var á köflum sem að þú svona pínu slóst mig utanundir með þá fordóma vegna þess að einhvern veginn, maður svona stendur í trúum að konur þær beiti frekar andlega ofbeldi, að þær séu meira svona þrúandi, kúandi andlega, svo kemur þú bara með eitthvað brútal líkamlegt ofbeldi að og ég mitt þessa sko valda dýnamíku og eitthvað og ég svona já, ég leita hans öðruvísi á þá umræðu og fannst þú jafnvel á köflum þangað til að las þetta aftur að því ég las ritgerðina en allan til þess þá svona, já, nei, þetta er ekki karllægni, eða skilur, þetta er ekki svona ekki strákarnir orðræða þegar ég las þetta í annað skipti, sko að því fyrsta upplifin mín var hvað er hann að gera? Fucking, hvað er þetta? Eitthvað veistu hvað er að tala var það meðvitað eða ertu ekkert að tengja? Sko ég var að veikana, ég man ekki lengur hvort það var meðvitað en ég var samt alveg meðvituð að þú veist, það var rosa margt sem að kom fram í gögnunum sem var bara algjörlega á skjön við það sem að við sjáum fyrir okkur. Ég var til dæmis hissa að hinsegin karlar töluðu ekki mikið líkamlegt ofbeldi. Ég var bara, hvað meinið þið? Karlar, af því ég er líka gegnsýrð af þessum hugmyndum, bara karlar beita líkamlega ofbeldi, konur kúa með andlega ofbeldi. Það er bara, þú veist, eitthvað sem að maður veit ekki hvað maður tekur það en það er bara einhvern veginn gegnsýrt í manni að maður hugsi, þú veist en og líka bara það er svo mikið af rannsóknum sem að benda til þess að við gerum lítið úr líkamlega ofbeldi sem að konu beita óháð kyni þolandans þú veist, ef að kona beitir karl líkamlega ofbeldi þá hugsum við að það getur ekki að hafa verið svo slæmt, skilur og við gerum minna úr ofbeldi sem að karlar eru beittir, þannig að þarna erum við með þetta tvennt, þú veist, við erum að gera minna úr ofbeldi sem að konur beita og við gerum minna úr ofbeldi sem að karlar eru beittir og það var vissulega rannsókn á gagnkynja ég var með 2 rannsóknir og önnur þar tók alla flóruna
og hinn var bara með í gagnkynja samböndum og ég var alveg svona ok, það hljómar rosa illa að segja, þú veist, en ég held bara þarna, það var svo augljóst að viðmælendur mínir höfðu upplifað þetta sem karlkyns þolendur og þolendur kvenna að bara, þú veist, það getur ekki að verið það slæmt af því þú ert karlmaður og það getur ekki að verið það slæmt af því þetta var kona sérst, á þessum, fyrir þess að 2 hópa þannig Einmitt. Og bara til þess að, þú veist, árétta hérna, þú veist, það ákveðin hópur sem að mínum mati þar að segja karlkyns einstaklingar sem að tala ofbeldi að hálfu kvenna sem að þeir átt samskipti við, sem að hafa verið ansi ábyrrandi í umræðinu sem karlkyns þolendur og þeir sjálfir eru sko með slóðina eftir sig af, ég ætla að segja, meintu ofbeldi og það þess vegna sem að ég svona hef alltaf haft svona ákveðna fordóma og þá ég ekki að segja fyrir köllum sem á orðið fyrir ofbeldi almennt. Nei. Heldur bara svona bæði út frá rannsóknum sem að ég hef verið að skoða og einmitt þessi í rauninni útiloknandi orðara en já, þessi fordómar stafa bara svo í áriðti að einna helst af því hvaða einstaklingar sem alltaf mjög slæmt, hvaða einstaklingar það eru sem að hafa helst verið hávarir ofbeldi kvenna gegn körlum Ég að rifja upp hérna með því að skoða ritgerðina hérna á skjöfunni svona eins að reyna að rifja þetta upp að þá mann ég það sem að mér fannst meðal annars standa upp úr það hversu ítarlega og vel þú lýstir afleiðingunum af ofbeldinu og hérna ég með ritgerðina fyrir frammi sem að þú ert ekki með fyrir frammi þannig ég get aldeilis skrilla þig það sko, þetta í 5. hluta að þið getið fundið þessar ritgerð bara, ég mæli með að þið glöggvið ykkur á þessu félagslegar afleiðingar, fjárhagslegar afleiðingar og heilsufarslegar afleiðingar Getur aðeins farið inn í þetta, bara svona stikla á stóru hvað erum við að tala um? Hvar ég var að byrja? Þetta eru þessir 3 flokkar sem að afleiðingarnar helst komið fram á eða var hægt á svona, og það var alveg greinilegt á mínum gögnum sem eru, þú veist, viðtöl ekki, þú veist, þetta var eiginlega ritgerð að aukin í aðarsetning jók á alvarleika afleiðinga þannig að fólk sem var í aðarsett á fleiri en 1 vegu, fleiri en 2 vegu þurfti oft, þoldi alvarlegri afleiðingar á þessum sviðum félagslega afleiðingarnar eru einna helst þetta að upplösa ekki tilheyra hinsegin samfélaginu að þurfa að taka sig út fyrir hinsegin samfélagið, kött á hinsegin samfélagið eða get ekki mætt á viðburði eða eitthvað svona af ótta við að fólk hafi frétt eitthvað legar eða þú veist, frétt eitthvað þig eða bara, þú veist, vilt ekki vera í sama rými og gerandinn þinn og það var líka bara svona fólk, þú veist, þetta hafði náttúrulega áhrif á líðan fólks, þannig að það var líka þau einangruðu sig eða einangruðust, minnst Jönna það kannski betra orð heldur en að einangra sig og svona þar fram eftir götum að svona draga sig í hlé almennt ekki bara innan hinsegin samfélagsins fjárhagslegt tengdist yfirleitt fjárhagslegar afleiðingar tengdust yfirleitt kaupum og sölum á fasteignum eftir sambandslit sem náttúrulega mjög kostnaðarsamt og líka í tengslum með atvinnu sem að var svona kannski helsta birtingamynd ofbeldis þar sem að hinseginleikin spilaði stóra rullu í framkvæmd ofbeldisins sem að mér fannst mjög áhugavert sérstaklega af því þú veist við búum við það mikið lagalegt öryggi þú veist getur ekki hótað einhverjum með því að þú veist hrinda mot skápnum þú veist það ekki ólöglegt að vera hinsegin í Íslandi ég og kona mín höfum jafnt forræður báðar skráðar fyrir barnin okkar þú getur ekki nota lagalega báastöðu til þess að en þarna var þetta svona þar sem að gerendur voru þá að nýta sér að vera af sama kyni og þólandi þannig að þú veist til þess að hafa fé af fólki eða sérst í gegnum bankan þeirra eða hringja í vinnuna þeirra
og þykjast vera þolandi mér finnst það einmitt ótrúlega áhugavert og bara það var kannski að sem að komið mest á óvart svona þegar ég hugsa út í það af því að bara einmitt það er að gera þetta það var rosalegt og heilsufarslega afleiðingarnar voru bara heilsubrestir eða þú veist og fjárhagslega og svo náttúrulega blæðir þetta líka svolítið milli þú veist fjárhagslegt og heilsufarslegt getur tengst að þú ert óvinnufær eftir þetta eða hann að það var heilsufarstengt það voru viðmælendur og það voru þá sérstaklega trans og kynsegin viðmælendur sem að virtust svona heilsufarslega þau voru hlutfallslega svo stór hlut af trans viðmælendum sem að upplifðu miklar afleiðingar af ábyrgðinu og svona þú veist bæði andlega og líkamlega heilsa og svona sko meðan ég man að því ég gleymi svo mörgu og bara ég verði að spyrja að því að það kemur fram í ritgerðinni að þessi jaðarsetning sem við tölum sko að þú ert kannski reynslu minni í hinsegin samfélaginu og með einstaklingi sem er vel tengdur í hinsegin samfélagið og þú veist með aftur hinsegin samfélagið á Íslandi er ekki eitthvað það stórt að ég hugsaði bara getur verið að ég þekki þú veist, ég fer að hugsa þangað og það getur vel verið og ég rekna bara með því að þú vitir jafnvel, þú veist, hverjir eru gerendurnir í þessum málum sem mútt að skoða þú veist, hvernig er þá að vita að mögulega einhver sem að er bara sýnilegur hefur þessa sögu sem enginn veit í rauninni nema þú, þolandinn og einhverju örfáir og þetta hefur engin áhrif á þennan einstakling hvernig er að búa við þessar upplýsingar og í rauninni þurfa að halda kjafti af því að þú ert bundin trúnaði þú veist, mér finnst það ekkert mál að halda kjafti yfir þessu af því að það bara, þú veist, það er ekki það er samt ógeðslega súrt en ekkert endilega út af þessum einstaklingum heldur bara af því að þetta er svo gegnumgangandi þú veist, afleiðingar fyrir gerendur ofbeldis víða almennt eru mjög litlar og ég, þú veist, upplifði það alveg á eigin skinni hafandi verið bara, þú veist, að vinna mjög mikið úr mínu ofbeldissambandi og einhvern veginn, svo veit maður ekkert en að upplifa að gerandinn í mínu tilfelli hafi bara haldið áfram í lífsætti eins og ekkert hafi í skorist, skilju þannig að það var kannski meira, þú veist, mér finnst ekkert erfitt að halda kjafti við því en það pirrar mig samt að það sé eitthvað sem að fleiri, þú veist, að því mér fannst það svo ósangjant og það er svo súrt að vita þessu fleiri sem að eru bara, þú veist sem að upplifa það af, þú veist, bara þetta tímabind út af vinnumarkaði og vera bara einhvern veginn bara skilin á sjálfum sér og einhvern veginn þurfa bara að sjá svo gerandan sinn Nei, menn og þetta náttúrulega því að ég tala við fjölmarga þolendur svo sem yfirleitt kalla þannig að kvenkins þolendur kalla og margar eru þolendur sko frægra manna sem eru ennþá bara þú veist living good sko og ég held einlægt að mér finnst þetta ekkit þú veist þeir kallar fara ekkit þú veist ég er með sömu tilfinningu gagvart þeim og þessum þú veist já eða þú veist en bara að því að ég verð alveg brjálaður eða skilur, ég verð bara svona þetta er svo mikið óréttlæti og þetta er svo mikið sýndarmennska og það er svo mikið verið að gera út á einmitt í tilfelli þessara frægra kalla þú veist, þeir eru að gera svo mikið út á félagslega yfirbyrði sína og frægð með því að þakka niður í fólki sem getur sagt eitthvað og einmitt ég þarf bara alltaf að halda kjafti þó að ég hafi leyfið þolendur til þess að segja eitthvað þá þarf ég bara að hugsa, hvernig get ég gert það á þess að ég verði bara skuldsettur hérna þarf að selja íbúðunum hérna til þess að borga hérna, veist, er ég til í það skilurðu, bara að fá mig meira kærur og eitthvað en þetta er kannski svona ennþá meira secret, þú veist, það veit þetta kannski enginn veist, það er svona það ofan í allt sko, af því að það vita alveg margir alls konar fræga kalla en kannski veit enginn þennan sem þú veist ég meina ég náttúrulega veit ekkert þú veist
ég veit alveg hverju einhverjir gerendur eru en þú veist svo þetta líka bara þú veist megni af þessum gerendum ég hef ekki hugmynd hverju það af því líka svo margir viðmælendur voru með fleiri en einn gerenda einmitt ok, næstu að lokum ég hef búin að halda þér að svo lengi meðal annars að því ég var að skítmiksa hérna eins og ég gera oft sko við tölum kynbundið ofbeldi það sem ofbeldi beinist að einstaklingi vegna þess að hann að því kyni það yfirleitt gegn konum og það kerfisbundið þú veist og það hérna útbreitt og bara eitthvað svona og hérna eitthvað svoleiðis mynstur sem að tengist hinseginleikanum eitthvað svona sem að í rauninni nærir ofbeldi innan hinsegin samfélaga Þetta rosalega góð spurning ég veit ekki hvort það sé annað en bara að gerendur hafa bara geta stólað á þögn yfir þessu öllu saman af því að það vill enginn vera með leiðindi, það vilja, þú veist að fattaru að það kannski bara stóra samasemmerkið bara jaðarsetning hinsegin samfélagsins sem að viðheldur einhverju sem að þú veist það vill enginn tala um, það vill enginn líka af því það sett ósanngjarn krafa á hinsegin fólk að vera yfirburða gott fólk af því þú veist ef að einhver hinsegin gerir eitthvað þá hinsegin fólk ömurlegt skilur þannig og ég hugsa alveg oft til þess að þú veist þegar lögunum frjósemislögum var breytt og konur máttu byrja eiga bett saman þá var bætt klausu við ef að barnin tryggt hérna þroskavænlegt umhverfi þú veist og mér finnst það svona kristalla svolítið svona kröfuna sem þú veist gerð á hinsegin fólk almennt að þú veist við eigum bara að vera, þú veist, líka einhvern veginn pressað að sé allir svo hamingjusamir í hinsegin samböndunum sínum og það líka eitt. Hvað voru margir viðmælendur sem að vera þú veist, ekki alltaf ruggla en bara það að upplifa jákvæðar tilfinningar og staðfestingu á hinseginleikanum sínum í þessum samböndum af því oft voru þau að stíga sín fyrstu skref. Að vera einhvern veginn bara ok, þú veist, geggjað, þetta bara eitthvað sem ég þú veist, en svo líka einhvern veginn ofbeldi væri þarna en þú ert samt að fá staðfestingu á að þú sérst að gera eitthvað rétt að vera stíga út í skápnum að vera með mannsku sem að þú veist, þú hefur kannski verið eitthvað feimin með að stíga út með að ég held að það sé líka svona það var svo oft erfitt fyrir fólk af því að það passaði ekki inn í staðalmyndina af því að það var að fá staðfestingu á hinseginleikanum sínum í mörgum tilfellum og af því að við eigum bara að vera hress og kátt og til í partí skilur bara, það er bara gaman og allir vinir skilur að þetta verður bara einhvern veginn svona ómögulegar aðstæður til þess að opna, þú veist, opna sig að af því og það voru viðmælendur sem að töluðu að vera bara logandi hræddir við að þetta færi í einhverja umræðu af því það yrði notað gegn hinsegin samfélaginu sem akkurat svona kannski eitt af það fyrsta sem ég byrjaði að spyrja þig og eitt af því sem að ég líka hérna svona hefði viljað sko fá dýpri umræðu þú veist, en hérna núna heyri ég sko hversu raunni mikilvægt það akkurat að tala um þetta og þú svo sem líka segir það hérna í lokaorðunum skilur sem náttúrulega mér fannst alveg sérstaklega sterk og þau eru ekki fyrir frá mig núna þegar ég ætla að lesa þið en hérna já, óttum við bakslæðir eðlur en prætir uppreist og við látum ekki ótta stöð okkur þú veist, þetta alveg bara já, eitthvað sétt hvað þetta eitthvað og ég held að það sé líka málið þú veist, það alveg svona mikro uppreisni í mörgum sem maður gerir bara í svona daglega lífi skilur þannig að hérna og þú veist að láti ekki baráttu kynslónu undan okkar fara í eitthvað svona að fara allt í að vera stillt núna það gengur ekki Nei. Á lokum, hvað vonast þú til að ég var að segja, já bæð þú sem þá rannsakandi og höfundur ritgerðarinnar en líka kannski svona út frá bara þeim viðmælendunum þínum
Já, eitthvað sem að þú sérð og vilt álykta að þurfi að breytast, eitthvað sem þarf að gerast, eitthvað aðgerðir, hvort sem að það samfélagslega, ríkisstjórnin, almenningur, eitthvað? Það náttúrulega, það var aðgerðaráætlun samþykkt í málefnum hinsegin fólks og meginlega rannsókn á þessu sem að var framkvæmd að Félagsvísindastofnun var einn liður af því. Og ég held, ég líka pínu þeirra skoðunar að við getum ekki endalaust bara eitthvað, þurfum að rannsaka þetta til hlítar eitthvað svona, ég held að bara fyrst og fremst mér fannst mjög gott að sjá hjá viðmælandum mínum að mjög mörg þeirra mættu skilningi hjá úrvinnslu aðila. Það var ekkert í mörgum tilfellum kalla til viðbragðsaðila. Þannig að en það var samt eitthvað sem kom fram í rannsókn Félagsvísindastofnunar að að aukin fræðsla fyrir viðbragðsaðila væri eitthvað sem að myndi fólki, liði vel með að vita af allavega. En ég held það margt svipað í dýnamíkinni í ofbeldissambandi meðal hinsegin fólks og gagnkynja sambanda en þannig að það þarf einhvern veginn að vera svona að það jafn alvarlegt og þetta jafn algengt kannski færri aðilar af því við erum bara minni prósent af þjóðinni skilur en bæði að hafa skilning á að þetta eins þetta jafn slæmt, þetta ekki en líka það hlutir sem þarf að taka tillit til þess að geta mætt manneskinu og svona náð utan hana að sýna því skilning að þetta jaðarsettur einstaklingur sem að taka kannski smá áhættu svona, það alltaf áhættu að opna sig ofbeldi við bara, vegna viðbragða en svona þetta svona, já, marglaga áhættu sem þú ert að taka þegar þú ákveður að opna þig þetta þannig að ég held að það sé að það þurfi að vera það þurfi að vera dýpri skilningur á því að þetta eins og þetta öðruvísi þannig að já það svona það sem að mér fannst og ég vona innilega að þetta muni að einhverju leiti nýtast sem viðbót við þessa meginlegu rannsókn eða sagt að fá einhverju svona dýpri skilning á tölfræðinni í meginlegri rannsókn Félagsvísindastofnunar og bara að og núna þessar upplýsingar til nú vitum við hvernig við höfum heyrt núna hvað felst í þessu og hvernig það að vera í þessari stöðu og ég vona líka bara innilega að einhver umræðu að gera verkum að eitthvað hinsegin fólk kannski átti sig á að það má taka þetta pláss líka, það þarf ekki að sætta sig við eitthvað bara þér hinsegin og því það líka oft eitthvað svona Einmitt eitthvað sem að þú vilt fara inn í sem við höfum ekki farið inn í? Ég held ekki Jú, veistu, það eitt Já, ekki og það að sem að það kemur einn svona fjölþætt jaðarsetning bara, það var eitt sem við þurfum að rannsaka betur ofbeldi sem að sérstaklega tvíkynhneigðar konur eru beittar því tvíkynhneigt fólk útsettara fyrir ofbeldi á grundvelli kynhneigðar sinna sama hvort það sé í gagnkynja tvíkynhneigða sambandi gagnkynja samkynja Já gagnkynja sambandi tvíkynja samband en já að að það var svona gegnum gangandi ekki endilega að já bara allar grófustu lýsingarnar voru frá tvíkynhneigðum konum og tvíkynhneigðum kalli það var bara það þarf að skoða betur og ég veit ekki alveg
með hvað hætti en þetta samt bara, þú veist, og rannsóknir hafa sýnt þetta lengi að líðan tvíkynhneigðra ungmenna verri heldur en bæði samkynhneigðra og gagnkynhneigðra og já, bara að þau séu útsettar fyrir ofbeldi og svo náttúrulega getur það verið tilviljun að það hafi komið fram en það stemmir við erlendar rannsóknir að þetta sé grófara ofbeldi og þau séu, þú veist, voru mjög margir af tvíkynhneigða fólkinu sem hafði upplifað ofbeldi bæði í gagnkynja og samkynhneigðsamböndum. Einmitt. Já. Þannig að það svona... Fannst einhverja skýring á því? Í rauninni ekki. Nei. Að þú veist, það var ekki, ég var mjög mikið en það var ekki einu spurningunum. Nei. Þannig, og ef maður ætlar að halda viti þegar maður er að skrifa svona stóra meistararitgerð þá þarf maður að nota hérna spurningarnar sem svipa á sig til þess að halda sig við efnið. Maður þarf að afmarka sig og halda sig það sko. Já. En það, þú veist, það var alveg, mér fannst mjög erfitt að afmarka mig af því það var rosalega margt sem kom fram í gögnunum. Já. Bara með alls konar hluti, þú veist. Þannig að... Er eitthvað sem þú sleftur og ert bara ennþá, trú ekki að við sleft þessu? Nei. Nei. Þetta var líka ansi vel tæmandi ritgerð. Takk. Og vel gert. Takk. Ingibjörg Andrea, takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Gaman að hitta þig. Sömuleiðis.